fulltrúa Sjálfstæðisflokksins starfsemi Þorrasels og þjónustu við eldri borgara í Vesturbænum og til máls tekur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, aftur og nýbúinn, borgarfulltrúar góðir, enda hér mikilvægt málefni á ferðinni. Ég ætla að flytja mæli hér fyrir tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem hljóðar svo. Borgarstjórn samþykkir að hverfa frá áformum flutning Þorrasels, dagdeildar aldraðra úr núverandi húsnæði. Tryggt verði að dagdeildin verði rekin áfram í núverandi mynd að Þorragötu 3. Einnig verði tryggt að opið félagsstarf velferðarsviðs verði áfram rekið með myndarlegum hætti að Vesturgötu 7. Hér erum við að ræða mál sem snertir þjónustu við eldri borgara, þann hóp sem byggði upp borgina okkar og letana í okkar hendur. Eins og allir vita þá víða á borgina rekið mjög metnaðarfullt starf á vegum borgarinnar, á vegum velferðarsviðs sem stenst hygg ég samjöfnuð á við það besta sem gert í heiminum og dæmi góða starfsstaði sem eru reknir af miklu metnaði og af miklu fagfólki og fórnhúsu. Það er Þorrasel, dagdeild aldraðra við Þorragötu og svo þjónustumiðstöð eldri borgara við Vesturgötu 7 í Reykjavík. Nú, það standa breytingar fyrir dyrum. Það var ákveðið á síðasta ári, í lok síðasta árs, að flytja Þorrasel, dagdeildina af núverandi stað í sem sagt nýtt húsnæði Vesturgötu 7 og ég held að sé ljóst að þegar Þorrasel fer á Vesturgötuna, ef það fer þangað, þá mun það ekkur leyti ryðja út starfseminni sem þar stunduð öflug félagsstarfsemi fyrir eldri borgara og mér finnst mjög líklegt þó ekki sé hægt að fá, það sé erfitt að fá nákvæm svör þar að lútandi, þá finnst mér mjög líklegt að það dragi úr þeirri starfsemi fyrir vikið. Málefni snertir því ekki bara Þorrasel, það snertir í rauninni félagsstarf fyrir aldraða í Vesturbænum og svo vill svo til að ákveðnir hlutir félagsstarfsins á Vesturgötunni, þeir njóta vinsælda langt út fyrir Vesturbæinn, fólk kemur langa leiðir til þess að sækja þar til dæmis spileri og dansa á föstudögum. Nú, ég hef líka svolítið efasemdir hvernig staðið var að þessari ákvörðun á sínum tíma. Ég skildi þessa ákvörðun þannig að þarna væri verið að þegar þetta fer fyrir velferð á sínum tíma að þarna séum að ræða hugmynd sem ætti að viðra út í samfélagið en ákvörðun hefur ekki verið tekið þá. Þess vegna komur svolítið óvart að það var síðan tilkynnt það núna á fyrri hluta ársins að ákvörðun hefur verið tekin. En notendur þjónustunnar, bæði notendur þjónustunnar á Þorragötunni og á Vesturgötunni, þeir hafa mótmælt harðlega þessum breytingum. Nú, íbúar við Þorragötu 5, 7 og 9 sem áfast Þorraseli, þeir hafa einnig lýst sig andvíga umræddum fyrirætlunum Reykjavíkur borgar og úr þeirri átt hafa komið fram mjög skýrar ábendingar að Reykjavíkurborg kunni beinlínis að vera óheimilt að breyta notkun nefnds húsnæðis að Þorragötu 3 án samþykkis húsfélagsins að Þorragötu 5, 7 og 9. Nú, upphaflega var gert ráð fyrir því eða áramótin var okkur sagt að það væri að skrifstofu starfsemi á vegum velferðarsviðs ætti að fara inn í húsnæði í staðinn á Þorragötunni en það víst hætt við þau áform
þannig að það algjörlega óráðið hvað borgin gerir við Þorraselið í staðinn. Ég tel þessa breytingu vera af hinu slæma. Mér finnst, ég nefndi það út af því máli sem ræði hér áðan, ég held að sé allir sammála það núna að þetta sorglega mál ferðaþjónustu fatlaðra, það var einfaldlega ekki nógu vel undirbúið. Það hafði ekki verið farið í nægilegt samráð út af því máli og það hafði ekki verið farið eftir viðurkenndum boðorðum breytingastjórnunar í því máli. Ég held að flestir ef ekki allir viðurkennir það núna. Eins með þetta mál, ég verð að segja að mér finnst flausturslega hafa verið staðið að því máli af hálfu borgarinnar. Það er líka hægt að benda á það að Jón G. Tómasson, fyrrverandi borgarritari og borgarlögmaður, hann skrifaði langa grein málið og góða, að það sem hann bendir á og hans niðurstaða var að hann hefði ekki áður, hvorki hjá ríki eða borg, kynnst eins óvönduðu vinnubrögðum og við það verið í þessu máli. Ég held að menn ættu að hlusta á slíka rödd þegar hún kemur fram, enda alveg ljóst að þessi maður sem við mörg þekkjum, hann mælir þau ekki af neinni léttúð. Dagdeildin fyrir aldraða í Þóraseli, hún gegnir mjög mikilvægu hlutverki og þjónar auðvitað miklu stærra hverfi heldur en Vesturbænum einum. Þetta er dagdeild fyrir þá sem þurfa á aðstoð að halda. Þarna er ýmsir sem eru til dæmis með Alzheimer á byrjunarstigi. Þessi deild er mikilvæg því leyti að hún maður þarf ekki að hafa svokallaða greiningu eða mat til að komast þar inn eins og með aðrar slíkar deildir í borginni og þess vegna er fólki gert kleift að búa áfram heimi á sér, mun lengur kannski en það ella gæti og það er 40 manns 40 rými, 40 manns sem eru þar í þjónustu einu en 80 manns sem njóta þjónustunar í heild. Og það er biðlist eftir þjónustunni, þannig að það þyrfti að veita fleirum þessa þjónustu. Þetta húsnæði í Þóraseli er einstaklega vel til þess fallið að veita þessa þjónustu. Meðalaldurinn er 87 ára. Þarna eru ýmsir sem nota göngugrindur til að komast ferða sinnar. Einn helsti kosturinn við þjónustuna á þessum stað við húsnæðið er að aðstaða til útivistar. Hún er mjög góð í Þóraseli. Hún er hins vegar alls ekki góð á Vesturgötu. Þarna getur fólk sem á annaðhvort styrkt með gang eða þarf að notast við göngugrind. Þarna getur það farið á sléttu, stóran bæði lítinn hring og stóran hring síðan í kringum húsi sem margir farið sér óspart, ekki síst í góðu veðri. Það er að aukast viðurkenning á því í þessum öldrunarmálum hvað aðstæðan til útivistar skiptir miklu máli, hvað það skiptir miklu máli þegar að góðvistaðarnir koma, að íbúarnir geti farið út og hreyft sig. Það er orðið alþjóðlega viðurkennt. Því miður er aðstæðan alls ekki eins góð á Vesturgötunni. Það var húsnæði sem var byggt í kringum 1990. Rauninni komið þar á frekar litla lóð og aðstæðan til útiveru þar er langt frá því eins góð eins og hún er á Þorragötunni. Það spillir ekki fyrir þetta sambýli milli Þórasels og þessa fjölbýlishús eldri borgara á Þorragötu. Það má líka segja að þessi hópur sem þarna 87 ára meðalaldur, þessi hópur hann er mjög viðkvæmur fyrir breytingum, mjög svo. Maður færir slíkan hóp ekki að gamni sínu á milli stofnana eða húsa eins og þarna stendur til að gera. Og skemmst frá því að segja að íbúarnir hafa tekið því mjög illa að vera fluttir með þessum hætti og tala jafnvel hreppaflutninga eða greipaflutninga á sér. Þannig setningar komu upp á fundum við nótendur þjónustunnar í Þóraseli fyrir 2 mánuðum og
og þessi hópur vill ekki láta færa sig. Það nota sem röksemd fyrir því að það sé sniðugt að færa þessa þjónustu, að Vesturgatan sé með stærra húsnæði og þar væri jafnvel hægt að skoða að bæta við fleirum, og það má kannski til sanns vegar færa. Hins vegar eru það langir gangar og annað sem hentar ekki mjög mikið fyrir þennan notenda hóp. Og svo vil ég líka segja að það má alveg fara rök fyrir því að það getur verið sniðugt að taka fleiri inn á Þórðargötunni, og það eru reyndar skilyrði til þess. Það er hægt án mikillar fyrirhafnar eða mikillar breyting á skipulagi, þá er hægt að stækka Þórðarsel. Það er hægt að stækka Þórðarsel, bæta það kannski við 1 eða 2 sölum og fjölga þannig þjónustu þegum þar. Og ég hef spurt forráðamenn húsfélagsins að þessu. Þeir hafa borið þessa hugmynd undir þá, þeir hafa tekið mjög vel í þessa hugmynd og sagt að þeir myndu örugglega taka þeirri hugmynd vel að stækka Þórðarselið eilítið til þess að verða að bæta þar við fleirum. En jafnframt hefur fagfólk í Þórðarseli og víðar sagt með það að það með ekki stækka það of mikið. Þarna séu núna í mannrétt 42 í einu, og það sé ekki heppilegt að hafa mikið fleiri en 50 í svona úrræði. Þarna væri hægt að bæta, ef það væri bætt í húsnæði, þá myndu þeir eftir vill fjölga rýmunum eða þeim sem eru þarna hverjum tíma í 50-55, en varla mikið meira. Þannig að við erum ekki að tala mikla stækkun sem þyrfti þarna, en þarna sem sagt hægt að stækka og bæta við húsnæðið, sem hins vegar varla hægt og eiginlega bara ekki á Vesturgötunni. En svo ef við tökum Vesturgötuna sem slíka, að þá þar mjög blómlegt félagsstarf eldri borgara, kunnara en frá þurfum við að segja. Á sínum tíma þá byggði borgin upp með miklum myndarbrag þjónustumiðstöðvar fyrir eldri borgara í hverfum borgarinnar, og þar var þá gert ráð fyrir því að það væri svona ein miðstöð helst í hverju hverfi. Og Vesturgatan var hugsuð fyrir gamla Vesturbæinn, og síðan voru aðrir staðir við borgina, og hugsunin var auðvitað svo að fólk sem væri svona sæmilegt við sæmilega heilsu gæti farið gangandi í þessa miðstöð. Og þessi uppbygging þarna var á kringum 1990, þetta var nú löngu áður en samgöngustefna borgarinnar leit dagsins ljós eins og hún núna, en það eins og en þetta að fólk geti farið gangandi og fengið í fjölbreytilegt félagsstarf, þetta flúttar mjög vel við samgöngustefnu borgarinnar. En hins vegar ef að starfið þarna verður skert við það að Þórðarsel fari inn, eða jafnvel lagt niður með tímanum, við veit ekki alveg hvað gerist, þá í mun lengra fyrir íbúa eldri borgara í gamla Vesturbænum og miðbænum að fara. Þá þyrftu þeir annaðhvort að fara út á Aflagranda eða upp á Vitatorg, og eins og allir vita þá er það komið svona orðið utan göngufæris fyrir flesta sem búa í gamla Vesturbænum. Það maður skilur ekki eiginlega hver meiningin að skerða þjónustu við félagsstarf aldraðra eldri borgara í gamla Vesturbænum með þessum hætti. Sérstaklega vegna þess að við horfum til þess á næstu 10-15 árum að öldruðum mun fjölga gífurlega. Ég held að það sé ekki ofsagt að það er tvær helstu áskorunir sem við Íslendingar stöndum fyrir á næstu 10-15 árum. Sé annars vegar það að borga niður skuldir þjóðarinnar og ríkisins. Og seinni áskorunin sé sú að bregðast við gerbreyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar. Það er rætt á næstu 15-17 árum, þá muni fjöldi eldri borgara á Íslandi tvöfaldast. Ég hef ekki náð í nægilega góða greiningu fyrir Reykjavík, ef við tökum bara höfuðborgarsvæðið eða Reykjavík, mannfjöldaspá á þessum tíma hvað öldruðum fjölga mikið í borginni. En sérfræðingar segja mér að það sé ekki óeðlilegt að miða við það að hér í Reykjavík gætu við verið að tala þreföldun. Þreföldun á fjölda eldri borgara
sem auðvitað engin smá áskorun fyrir okkur kjörna fulltrúa að byggja upp þjónustu að því leyti og láta hana virka. Og maður veltir fyrir sér hvernig ætlum við að fara að því, vegna þess að þrátt fyrir það að við sem að veita að mörguleyti, ég held að við sem að leita bara að mörguleyti mjög góða þjónustu að þessu leyti, þá fáum við þetta mikla kvartanir það sé skortur á henni. Það sé skortur á hjúkrunarrýmum og hina þessu, maður fær auðvitað ábendingar og kvartanir hvernig sé staðið að þjónustunni, og þetta ber alltaf þeim brunni að við þurfum að auka framboðið á þjónustunni og auka framboðið á úrræðunum. Og ég veit satt að segja ekki alveg hvernig verður farið að því að gera þetta með myndarlegum hætti út land allt, en það ekkert sem bendir til annars þess en að Ísland haldi áfram að breytast í borgríki, meginhluti þjóðarinnar fólk haldi áfram að flytja til höfuðborgarsvæðisins, meginhluti þjóðarinnar verði komin hingað, þannig að þetta mun auðvitað lenda á miklu leyti á Reykjavíkurborg með góðum stuðningi, vonandi með góðum stuðningi ríkisins. En einmitt vegna þess, það sýnir hvað það er undarleg ráðstöfun. Það getur ekki verið skynsamlegt að þegar við horfum fram á slíka stórfjölgun í hópi eldri borgara í Reykjavík, að þá sé verið að skerða slíka þjónustu og draga saman það húsnæði sem við höfum til þess að veita slíka þjónustu í. Maður sér núna hvað það var mikil framsýni hjá meirihluta sjálfstæðismanna á sínum tíma, og ég hef nú ekki setið í honum þá, að byggja upp þessa þjónustu í öllum þáverandi hverfum borgarna með myndarlegum hætti, en þá hlýtur maður að draga þá ályktun þegar við horfum fram á þessa miklu fjölgun, hvað það er mikil skammsýni að ætla nú einhvern veginn að sameina þessa þjónustu með þessum hætti, taka dagdeild aldraðra inn í eina félagsmiðstöð, og auðvitað verður ekki komist hjá því með hvaða húsnæði þar er fyrir hendi að skerða félagsstarfsemina með einhverjum hætti. Nú, ég hef fengið þau svör að það sé ætlunin að nota sumarið í flutningin. Starfsemi dagdeildar verði flutt í byrjun ágúst af Þórðargötunni á Vesturgötuna eftir Vesturmannahelgi, og félagsstarfi á Vesturgötu breytist þannig að Vesturgötan verður skildir þannig þá að kjarnastarfsemin verði rekstur dagdeildar fyrir aldraða, en samhliða því verði boðið upp og opið félagsstarf í afmörkuðu rými og svo framvegis. Dans og söngur sem hefur verið á föstudögum verður áfram, gott, en í þeim svörum sem ég hef fengið eru svona ákveðna hálfkveðna vísur þar sem menn sjá ekki alveg fyrir sig, viti ekki alveg hvernig þetta muni arta sig, það sé verið að taka þarna ákvörðun, og síðan eigi þetta bara einhvern veginn að reddast, en mér sýnist að félagsstarfsemin á Vesturgötunni muni líða fyrir þetta. Svo segir í svari sem ég fékk, einnig er lagt upp með að íbúar á Vesturgötu 7 standi til boða að koma í hádegismat virkadaga. Ég hélt ekki að það er bara boðið upp að áfram, en ég af þessu svari sé að það er ekki einu sinni víst að það fólk sem hefur fengið hádegismatana, það geti fengið það áfram. Það stendur þó að það sé lagt upp með það, en mér finnst það ekki meira að vera mjög ákveðið svar. Þannig að ég verð að segja að mér líst mjög illa á þetta, og held að þeir sem hafa farið yfir málið og tala við þá sem þarna er hluta máli, ég held að þeir geta verið sammála okkur sjálfstæðismönnum það. Ég hef talað við starfsfólk á þessum stöðum, og allt starfsfólk sem ég hef talað við, það er andvígt þessum breytingum. Ég hef ekki talað við allt starfsfólk, en allir sem ég hef talað við, það hefur lýst yfir mjög eindreginni andstöðu við þessar breytingar, og óttast að þar með muni þjónustan versna á báðum þessum sviðum. Íbúar eru eftir því sem kemst næst líka allir, eða næstum því allir, á móti þessum breytingum. Nú í upphafi borgarstjórnarfundarins þá komu hér fulltrúar frá fulltrúar þeirra sem nota þjónustuna og aðstandendur þeirra. Þar var afhentur undirskriftalisti sem margir skrifuðu undir. Mér skilst, og það var annar undirskriftalisti í gangi í húsfélaginu á Þórðargötu þar sem mér skilst að allir hafi skrifað undir. Ég veit líka meðal notenda á Vesturgötunni þá er mikil andstaða við þetta. Mér er ekki kunnugt að hafa verið undirskriftalisti þar, en ég hef heimsótt það félagsstarf, og allir sem töluðu við mig voru mjög á móti því. Þannig að ég held því miður að hér sé hér sé að verða til, hér sé staðið flausturslega að breytingu á þjónustu sem varðar
margt aldrað fólk skiptir það miklu máli og ég held að þegar menn líta það mál sem við ræddum fyrir í dag þá ættu menn að sjá að sporin hræða og menn eigi að vanda betur til breytinga og breytingastjórnunar heldur að menn hafa gert hingað til. Þannig að þegar menn líta til þess þá held ég að það berast að þeim brunni að menn styðji tillögu okkar sjálfstæðismanna og samþykkjana hér í dag. Ef þeir geta ekki hugsað sér að styðja hana þá minnst kosti vona ég að framkvæmd málsins verði frestað og það skoðað betur með hag notenda þjónustunnar að leiðarljósi. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég kem hér upp til þess að ræða tillögu Sjálfstæðisflokksins að borgarstjórn samþykki að hverfa frá áformum flutning Þorrasels dagdeildar aldraðra úr núverandi húsnæði. Þetta mál sem á sér þá forsögu að síðastliðið haust þegar við vorum búin að skoða bara fjárhagsáætlun velferðarsviðs fyrir þetta ár, þá kom enn og aftur upp þessi umræða hvort að við ættum ekki að sameina Þorrasel sem starfsemina við félagsstarfið á Vesturgötu 7. Ástæðan sú að halli á einu ári á rekstri Þorrasels eru 28 milljónir króna. Þorrasel réttilega, eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sagði, hannað með tilliti til aldraðra, en Vesturgata 7 húsnæði sem var líka sérhannað með tilliti til þarfa eldri borgara og þar hefur verið starfandi félagsstarf frá opnun hússins, auk þess sem þar heilsugæsla og íbúðir aldraðra. Þeim sem að sækja félagsstarfið á Vesturgötu 7 hefur fækkað talsvert, enda virðist vera að eldri íbúar gamla Vesturbæjarins hafi fækkað og því hefur nýtingin orðið verri. Hins vegar eru margir sem sækjast eftir því að fá dagdvöl í Þorraseli, enda starfið þar afskaplega blómlegt og gott og því eru færri sem koma af stað en vilja. Þessi hugmynd sem sagt kom upp meðal starfsmanna, þannig að það ekki rétt að allir starfsmenn séu á móti, og kynnt fyrir okkur í velferðarráði og velferðarráð heimsótti bæði Þorrasel sem staðsett á Þorragötu og Vesturgötu 7 og ákvað síðan að heimila þessar breytingar til þess að spara án þess að skerða þjónustu. Því að velferðarráð Reykjavíkurborgar lítur á það sem jákvæðan þátt að geta hagrætt þegar ekki þarf að skerða þjónustu. En svo virðist sem borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins með borgarfulltrúa Kjartan Magnússon í fararbroddi sé hins vegar allt annarrar skoðunar. Það mjög undarlegt í ljósi þess þegar við horfum bara til síðasta fundar borgarstjórnar þar sem að sami borgarfulltrúi talaði fyrir tillögu það að hefja vinnu við rekstrarhagræðingu borgarinnar með það að markmiði að ná svo góðum árangri að hægt væri að lækka útsvarstekjur. Það eru í velferðarmálum óskaplega fá tækifæri til hagræðingar og það hins vegar mjög ánægjulegt eins og í þessu tilfelli þar sem það hægt án þess að skerða þjónustuna nokkuð. Þjónustan í Þorraseli fyrir þá eldri borgara sem hafa verið metnir í þörf fyrir sérstakan stuðning á daginn. Allir sem að sækja Þorrasel fá keyrslu þangað að morgni og keyrslu heim þegar dagdvöl lýkur. Þannig að ekki þarf að hafa áhyggjur af aðkomu eldri borgara á eigin bílum eða bílastæðum. Okkur fannst að vera góð hugmynd að nýta þessuna betur Vesturgötuna þar sem ekki mikið bílastæði nema í bílakjallara og þannig fólk keyrt að
og húsnæðið talsvert stærra en í Þorrarseli, miklu betri rými til dæmis fyrir fótsnyrtingu, hárgreiðslu og fleira, og samstarfið við heilsugæsluna myndi geta leitt til betri þjónustu. Það á samt sem áður að hafa áfram blómlegt félagsstarf á Vesturgötunni. Þar hefur langvinsælasta starfið verið dans og söngur og það á að halda því áfram, en fólkinu mun fjölga sem að sækir þennan dans og þennan söng, þar sem að þeir sem áður voru í Þorrarseli verða líka í því félagsstarfi. Því að íbúarnir, þeir sem sækja dagdvöluna í Þorrarseli, geta alveg tekið þátt í almennu félagsstarfi eða langflestir. Starfsemin má alveg heita Þorrarsel þó hún sé á Vesturgötu, því að það ekki verið að breyta neinu í starfseminni. En það að flytja Vesturgötuna gerir það okkur kleift að fjölga plássum, þannig að við getum tekið fleiri inn í þjónustuna af biðlistum. Og það finnst mér skipta gríðarlega miklu máli. Þannig að rekstrareiningin verður talsvert hagkvæmari. En hagkvæmur opinber rekstur ekki áhugamál borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar. Við héldum, það kom upp sig hugmynd að hafa miðstöð heimahjúkrunar og heimaþjónustu fyrir Vesturbæ og miðborg staðsetta á Þorragötu þar sem að Þorrarsel núna starfrækt. Við héldum að þetta yrði það vinsælasta bara sem að við myndum geta kynnt það árið, að íbúar á Þorragötu myndu allir hrópa húrra fyrir því að þeir sæju fyrir sér að hjúkrunarfræðingar eða félagsliðar eða sjúkraliðar gætu tiplað á inniskónum til þeirra þegar á þyrfti að halda, enda innangengt á milli Þorrarsels og Þorragötu. Nei, íbúar vilja ekki fá heimaþjónustu innangengt úr sínum íbúðum, heldur annars konar starfsemi eða bara óbreytta starfsemi. Við höfum hins vegar sagt það, og ég hef sagt það við fulltrúa íbúa og get sagt það hér í borgarstjórn og nota bara sömu orð, það ekki í boði. Það ekki í boði fyrir velferðarsvið að hagræða ekki þegar það þarf ekkert að breyta þjónustu nema til hins betra. Eins og í þessu tilfelli, það getur fjölgað þeim sem að fá þessa eftirsóknarverðu þjónustu og fleiri munu njóta þess félagsstarfs sem að áfram verður á Vesturgötu 7 og eitthvað af félagsstarfinu mun flytjast til Aflagranda, en þar hefur líka mátt fjölga þeim sem að nota félagsstarfið. Þannig að þetta ávinningur fyrir félagsstarfið á Vesturgötu 7, þetta ávinningur fyrir félagsstarfið á Vesturgötu 40, á Aflagranda 40, og þetta ávinningur fyrir þá fleiri sem að geta nýtt sér eftirsóknarverða þjónustu Þorrarsels. Þetta ástæðan fyrir því að velferðarráð samþykkti þetta á sínum tíma og það hefur ekkert breyst. Ég hins vegar óska Kjartani Magnússyni til hamingju með það að hafa náð svona góðum árangri að tala við gamla fólkið, að allir séu orðnir á móti því að flytja á Vesturgötu 7 sem að líka sérhannað mjög gott og starra og hentugra húsnæði. Til hamingju með það, Kjartan, að ná að tala máli þínu þannig að fólk virkilega trúir því að það að skerða þjónustu Þorrarsels, það að skerða félagsstarfið á Vesturgötu 7, það að flytja fólk hreppaflutningum. Ég veit ekki hvort það skiptir fólk miklu máli sem að fær leigubíla til sín á morgnana og keyrir það í Þorrarsel, þó að leigubílinn keyrir það á Vesturgötu 7 eða leigubílinn keyrir frá Vesturgötu 7 frekar en Þorragötu seinnipartinn. Ég held að það skiptir ekki miklu máli og í því fæljast ekki hreppaflutningar. Það ekki verið að flytja fólkið af Þorragötu sem að þar býr. Það eru örfáir íbúar sem búa á Þorragötu sem hafa nýtt sér Þorrarsel, en það Þorrarsel ekkert hugsað fyrir íbúana á Þorragötu. Þorrarsel bara fyrir alla þá íbúa Reykjavíkurborgar sem að þurfa á sérstakri dagvistar þjónustu að halda á efri árum vegna
ýmiss konar erfiðleika sem að þeim steðja. En ég hef trú á því að þorrasel muni blómstra á Vesturgötu 7. Ég hef ekki heyrt það að breyta nafninu, ég bara veit það ekki hvort það muni heita þorrasel eða hvað. Mér finnst það bara sjálfsagt að það heiti þorrasel. Og ég þykist vita það að eftir smá tíma, ef að einhverjum dytti síðan í huga að flytja aftur á Vesturgötu 7 yfir í Þorrarsel, þá kemur alveg jafn mikil mótmæli. Því að þá náttúrulega verða þeir eldri borgarar sem þá verða virkir á Vesturgötu 7 væntanlega mjög háðir því húsnæði og öllum þeim kostum sem að það hefur upp á að bjóða. Þar útigarður, alveg eins og það útisvæði við Þorrarsel, og Vesturgatan, hún í svo mikilli nálægð við Reykjavíkurhöfn að það hægt að fyrir þá sem hafa góða göngugetu, sem eru nokkrir úr þessum hópi, þeir geta bara labba niður á höfn eða bara niður í miðbæ og notið miðbæjarins sem að þeir þekkja svo vel. Þannig að það eru miklir kostir í Vesturgötu 7 og alls ekki ólíklegt að fólk muni berjast fyrir þeirri staðsetningu þegar fram í sækir. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon talar nokkuð fjölgun aldraðra og það rétt, öldruðum mun fjölga. En öldruðum sem eru yfir 80 ára aldri mun fyrst byrja að fjölga hér á Íslandi eftir árið 2020. Það stutt í það, einungis nokkur ár, og það getur vel verið að við opnum aftur eitthvað svona dagþjónustu við Þorragötu og þá geti sú starfsemi sem núna mun koma þangað inn farið eitthvað annað þegar öldruðum hefur fjölgað. En eins og fram hefur komið í gögnum, þá eru flestir þeirra sem njóta dagvistarinnar á Þorragötu 80 ára og eldri og það nokkuð í það að það fjölgi eldri borgurum sem eru þetta mikið fullorðnir. Fyrst fjölgar þeim sem eru frá 67 ára og til áttræðs, núna þegar babyboom kynslóðin sem eftirstríðskynslóðin eða 68 kynslóðin mun verða gömul. Og síðan þegar þessi stóru árgangar eftir stríðsárana verða 80 ára eldri eftir árið 2023 eða 2025, mismunandi hvað miðað við, að þá verður veruleg fjölgun og þá ekkert því til fyrirstöðu að nýta Þorraselið eða Þorragötuna aftur undir dagvist. Því við verðum alltaf að líta svo á að það ákvarðanir sem við tökum í dag að þær eru bara ákvarðanir dagsins í dag. Þær eru ekki greyptar í stein. Þessi ákvörðun, hún tekin út frá fjárhagslegu hagræði, þar sem hægt að spara mikið fé, 28 milljónir á ári eru mikið fé í velferðarmálum. Okkur finnst mjög jákvægt að sé hægt að gera það án þess að breyta þjónustunni, því að það einlæg trú velferðarráðs að þetta muni ekki skerða þjónustuna við Þorraselshópinn og þetta muni ekki skerða þjónustuna á Vesturgötu 7, heldur verða fleiri að nýta bæði Vesturgötu 7 og Aflagranda 40 og þannig að ávinningurinn augljós okkur og ég held að þetta verði sátt. Þetta svona mál sem maður kannski verður sátt og nýjir notendur sem að koma inn í þjónustuna á Vesturgötu, þeir munu væntanlega berjast fyrir því að þjónustan verði þar til húsa og hvergi annar staðar, enda Vesturgata 7 sérstaklega flott og gott húsnæði. Björk Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Greta Björk Egilsdóttir, borgarfulltrúi, næst á mælendaskrá. Forseti, borgarstjóri og kæri borgarstjórn. Já, við erum hér að ræða Þorrarsel, en þann 16. október síðastliðinn þá var lögð fyrir okkur í velferðarráði tillaga að taka næstu skref í því að samþætta heimaþjónustu í Reykjavík. En áður en það var gert, það hefði verið lögð fram þann 29. nóvember 2012 samþykkt af hálfu velferðarráðs að heimahjúkrun og félagsleg dag-, kvöld- og helgarþjónusta og samþætta heimahjúkrun og félagsleg dag-, kvöld- og helgarþjónusta félagslegrar heimaþjónustu yrðu sameinaður í þeim hverfum þar sem að sameining hafði ekki þegar farið fram. Með þessari sameiningu þá var ætlunin að ná fram betri yfirsýn yfir þarfir notendanna, heildstæðari þjónustu,
aukins viðbragðsflýtis og að skapa öflugra kerfi til þess að bara mæta kröfu nútímann sem að fólk geti búið sem lengst heima og þrátt fyrir fjölþætt heilbrigðisvandamál og færniskerðingu. Í tillögunni sem lögð var fyrir velferðarráð þann 16. október síðastliðinn fólust nokkur liðir og í fyrsta lagi var nefnt að sameinuð heimaþjónusta Vesturbæjar, þar að segja Vesturgarðs og þjónustumiðstöð Miðborgarhlíða yrði stýrt og rekin frá einum stað, það er þjónustumiðstöð Vesturbæjar og yrði staðsett að Þorragötu 3. Í öðru lagi að dagdvöl aldraðra sem nú er rekin í Þórðarseli flyttist á félagsmiðstöðina Vesturgötu og það félagsstarf sem rekið er á Vesturgötunni flyttist að hluta til yfir á Aflagrandann, félagsstarfsins á Vitatorgi og að hluti yrði samnýttur með dagdvöl á Vesturgötu 7. Boðið yrði upp á félagsstarf með stuðningi á Vesturgötu 7 með dagdvölinni og eldhúsið sem nú er rekið í Þórðarseli yrði lagt niður. Og eldhúsið á Vesturgötu bæði nýtt fyrir dagdvöl og þá íbúa sem nú þegar hafa nýtt sem mataþjónustu þar. Það var einnig gert ráð fyrir að öll heimaþjónusta sem nú er staðsett á Aflagrandanum flyttist á Þorragötuna auk matsfulltrúa frá Vesturgarði og teymistjóra frá þjónustumiðstöð Miðborgarhlíða og starfsmönnum sem sjá heimaþjónustu á Vesturgötu, Lindagötu og Bólstaðarhlíð. Velferðarráð fór að skoða bæði Þórðarsel, Vesturgötu 7 og Aflagranda eins og kom fram í máli borgarfulltrúans Bjarkar Vilhelmsdóttur hér áðan og þar skoðuðum við það svæði garðin sem til dæmis í boði fyrir aftan á Vesturgötu, það félagsstarf sem var í boði og við fórum yfir kosti og galla. Við töldum vera kost að hafa dagdvölina staðsetta að Vesturgötu 7 að því leyti að það geti verið auðveldara að ná samningi við heilsugæslu sem er í sama húsi í þeim tilgangi að koma á inngöngu teymi sem skipa verið lækni og hjúkrunarfræðingi og þannig bætt þjónustuna og hugsanlega geti það leitt til hærri framlega frá ríkinu með dagdvölinni. Einnig fannst okkur kostur að hafa dagdvölina þarna þar sem að almennt félagsstað væri til staðar nú þegar á staðnum og það geti verið hvetjandi fyrir starfsemina og starfsmennina og þessi samnýting læðist. Og við þetta þá skapaðist ekki þörf á ný húsnæði fyrir sameina heimaþjónustu í Miðbörg og þar af leiðandi værum við að hagræða án þess að skerða þjónustuna. Tillagan var samþykkt samhljóða í velferðarráði og gerðum við í framsóknum flugvellivinum grein fyrir atkvæði okkar með eftirfarandi bókun sem aðrir fulltrúar ráðsins tóku undir og mér langar að fá að lesa hana hér með leyfi forseta. Framsóknum flugvellivinir samþykkja tillögu velferðarsviðs samþættingu heimaþjónustu í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum með staðsetningu á Þorragötu 3 undir stjórn Vesturgarðs þar sem nú er rekin dagdvölin Þórðarsel fyrir aldraða. Tillögunni er veitt samþykki þar sem henni er ætlað að skapa betri yfirsýn yfir þarfir notendana, hagræðingu, heildstæðri þjónustu, aukin viðbragðsflýti og að betur sé hægt að mæta aukin þjónustuþörf. Einnig leggjum við áherslu á að þessar breytingar verði unnar í samráði og samvinnu við starfsfólk og notendara eins og gefið hefur verið til kynna. Þó svo að dagdvöl Þórðarsels flytjist á Vesturgötu, teljum við að það muni efla félagsstarfið og auka húsnæðisrými og tækifæri skapist af því að hafa heilsugæslustöð Miðbær í sama húsi. Þessi flutningur muni einnig stuðla að bættri notkun á félagsmiðstöðinni við Vesturgötu sem og félagsmiðstöðinni við Aflagranda. Og þetta er áfram afstöðu okkar í Framsóknum flugvellivinum og ég skil mjög vel áhyggjur íbúanna að Þorragötu vegna þess að amma mín bjó þar nú einu sinni, þannig að ég þekki þetta ágætlega að hún nýtti þjónustuna í Þórðarseli. Þannig að ég skil vel áhyggjur þeirra en ég held að stundum er þetta líka að við erum hrædd við breytingar og að taka ákvörðun breytingar en þar sem að eftir því sem ég kemst næst að með þessum breytingum að þá erum við ekki að skerða þjónustu við íbúana sem ég finnst skipta mestu máli sem er aðalatriði í mínum huga og jafnframt að ná fram hagræðingu og ég tel að það sé til bóta. Borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir næsta málefnaskrá. Forseti og borgarfulltrúar, mér langar aðeins að fara yfir þetta mál því að þetta er nefnilega smá svona. Þetta er mál sem er bara ekkert alveg unnið að mínu mati. Þarna var lögð fyrir tillaga sem svo sannarlega
hefði skilað hagræðingu og við sjálfstæðismenn í velferðarráði tókum þess vegna undir það án þess að hafa í rauninni þær upplýsingar sem síðar komu fram þegar tillagan verður opinber og samþykki velferðarráðs að íbúarnir hefðu í raun einhvers konar yfirráð eða það þyrfti að fara fram einhverju samninga við þá og þeir hefðu í rauninni vald yfir því hvað væri þarna í húsinu, eitthvað sem að við vissum ekki á þeim tíma. Þetta spurði ég spurði það inn á velferðarsviði hvort að þetta væri rétt og fæ þar upplýsingar ég þurfi ekki að hafa ágjörð því, engar síður hafði ég ágjörð því og hafði samband við embættismenn í umhverfis- og skipulagsráði og þeir staðfesta að það megi alveg hafa ágjörð því og mér finnst smá skrítið að heyra meirihlutann tala bara eins og málið sé afgreitt. Að mínu viti það ekki afgreitt. Það hefur ekkert verið tekið fyrir aftur í velferðarráði. Það hafa ekki komið fram ný gögn eða neitt útskýrt hvað í raun og veru hvernig málið liggur akkurat núna. Samráðið fóru þetta með svona út veður og vind vegna þess að komu strax upp deilur. Þú veist það þarf að fara mikið betur yfir slík mál og útskýra þau betur fyrir á öllum vígstöðum þannig að þú veist ef það er hægt að fólk geti sætt sig við þær tillögur sem fram eru komnar, ef ekki þá þarf við þetta bara að endurskoða hlutina. Þannig að mér finnst skrítið að sé einhvern veginn búið að ákveða það, velferðarráðið ekki búið að ákveða það finnst mér finnst það að komið upplýsingar þar inn. Ég búin að óska eftir að máli verið tekið að dagskrá þar og við fáum upplýsingar frá sviðinu, það er ekki borist. Þannig að mér finnst undarlegt að heyra fólk tala að það sé einhvern veginn algjörlega búið að ákveða þetta. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég þakka fyrir þá umræðu sem hefur átt sér stað og ég hefði nú kosið að fleiri hefði tekið þátt í henni, hvet borgarfulltrúa til að setja sig inn í þetta mál. Og ég verð að segja mér að staða til marks vafasaman málflutning Bjarkar Vilhelmsdóttur borgarfulltrúa, einmitt það hvað hún var enda að gera einhvern veginn mína persónu að eiginlega aðalatriði í þessu máli, sem auðvitað hún er ekki. Aðalatriði eru auðvitað þjónustan við eldri borgara, hvernig hún er innanvendi núna, hvernig á að breyta henni og svo framvegis. Og ég verð að segja að ég átti von á öðru frá Björku en því, Björku borgarfulltrúa Vilhelmsdóttur, en því að hún fari einhvern veginn að gera mér upp undarlegar ástæður eða vafasaman tilgang með flutningi þessara tillögu. Og segja til dæmis að ég hefði ekki áhuga á hagræðingu í rekstri, þessi tillaga sýndi það. Nú, ég held að þessi ummæli falli nú bara sig sjálf. Auðvitað, það er okkar hlutverk sem við vitum að veita góða þjónustu, en standa líka vel að rekstri í borginni. Og það er alveg rétt að ég tala hér á mörgum fundum fyrir því að við þurfum að standa okkur betur í rekstri hér í borginni og nefna oft dæmi. Af því að Björk nefndi 28 milljónir króna sem þarna getur sparast og ég held að þar af séu 10 milljónir svo kvöldið innri lega. Þá, fyrst tölum við innri legu, þá get ég bara bent á eitt dæmi sem er mjög nálægt Vesturgötu 7. Það stendur til að fara í viðbyggingu við Grófarhúsið, bæta við Borgarbókasafnið, aðalstöðvar þess niður í bæ, fyrir 685 milljónir króna. Og það er bara kostnaðaráætlunin, sko. Það er bara, ég held að það sé ekki eins og komið kostnaðaráætlunin, það er bara svona skot út í lofti hvað þetta muni kosta. Og eins og við vitum þá standast kostnaðaráætlunin mjög sjaldan, þannig að það má búast við því að þessi kostnaður hækki eitthvað, vonandi ekki verulega, en þegar við rekstur borgarinnar er þetta allt spurning forgangsröðun og
ég leyfi bara að halda því fram að ég tel þessum peningum betur borgið í þessari þjónustu við aldraða sem við erum að tala hér í dag, heldur en að setja 685 milljónir eða hvað svo upphæð verður í viðbyggingu við Grófarhúsið og svo starfsemi mun að sjálfsögðu auka rekstrarkostnað Borgarbókasafnsins. Það hefur verið margsýnt fram á það að það er mikil þörf fyrir þjónustu við aldraða, bæði félagsstarfsemi hér í gamla Vesturbænum og dagdeildin á Þorragötu. Ég hef ekki sannfæringu fyrir því að það sé nauðsynlegt á þessum tíma að stækka Borgarbókasafnið. Ég nota þjónustu þess nú bara töluvert og ég held að enginn hafi þá tilfinningu þegar hann gengur inn í Borgarbókasafnið Grófarhúsið að það þurfi ekki að stækka það hús. Vesturbærinn er líka sennilega það hverfi sem er einna best sinnt varðandi bókasafns þjónustu í borginni, vegna þess að Landsbókasafnið, Háskólabókasafnið er hinum með hringbrautina út í þjóðbóklöðu og svo eru hér ýmsar byggingar í háskólanum fullar af bókum eða þar eru síðan bókasöfn til viðbótar. Þannig að ég nefndi þetta bara sem dæmi þegar því haldið hér fram að Björgu Vilhelmsdóttur borgarfulltrúa að þessi borgarfulltrúi sem hér stendur hafi ekki neitt áhuga á hagræðingu. Við sjálfstæðismenn höfum flutt fjölmargar tillögur það hvernig væri þetta að standa að hagræðingu í rekstri borgarinnar, útboð í hráefniskaupum, útboð í sorphreinsun, höfum komið fram ýmsar hugmyndir. Því miður hefur þeim bara ekki verið vel tekið af meirihlutanum. En aftur að svona aðalatriði málsins, þá vil ég koma inn á það sem borgarfulltrúinn kom inn á varðandi hvernig að bera þessi húsnæði saman. Það er alveg rétt sem borgarfulltrúinn sagði að Þorragatan og Vesturgatan, þessi húsnæði eru bæði sér hönnuð fyrir þarfir eldri borgara í huga, en ég hvet ykkur góðu borgarfulltrúar til þess að fara á þessa staði og bera þessa staði saman. Það er algjörlega deginum ljósara fyrir alla þá sem þangað fara í heimsókn og kynna sér starfið að það er mikill munur á húsnæðinu á Þorragötu og Vesturgötunni og hvernig það mun henta þessum hópi. Stór hluti hópsins er hreyfihamlaður, notast við göngugrindur eins og komið hefur fram. Það er algjörlega deginum ljósara að Þorragatan hentar miklu betur fyrir fólk, fyrir þann hóp sem nýtur þjónustunar vestur á Þorragötu, þar sem meðalaldurinn 87 ár, heldur en Vesturgatan sem er allt öðruvísi húsnæði og hentar miklu betur þeim sem eiga auðveldara með gang. Og ég ítreka það nú aftur, borgarfulltrúinn sagði að það hefði orðið fækkun í félagsstarfinu á Vesturgötunni og hafi verið nýting. Reyndar skilst mér að það sé deilt þá staðhæfingu, en allir hljóta að sjá að það verður töluverð fjölgun aldraðra í þessu hverfi á næstu árum. Þetta getur farið auðvitað upp og niður eftir hverjum borgarinnar, en það er algjörlega ljóst að þörfin fyrir gott húsnæði í Vesturbænum mun aukast á næstu árum fyrir þennan hóp, bæði vegna hækkandi meðalaldurs í hverfinu, en ekki síður bara vegna þeirrar fjölgunar og þéttingar sem er fyrirhugað í þessu hverfi. Vesturbærinn, ekki síst gamli Vesturbærinn, hann er eitt helsta svona viðfangsefni aðalskipulagsins, ef svo má segja, viðfangsefni í þéttingu byggðar. Það er einmitt þetta hverfi. Þannig að það sjá allir að það er ekki skynsamleg ráðstöfun að draga úr þessari þjónustu á sama tíma að fjölga svo mikið í hverfinu. Borgarfulltrúinn sagði að það þyrfti ekki að áhyggjur af bílastæðum. Það sjá það líka allir sem sjá vilja, sem líta á þessar tvo staði, að aðkoman fyrir bíla, þjónustubíla, hún er miklu betri við Þorrarsel heldur en nokkuð tímann á Vesturgötunni. Það hefur einmitt verið kvartað yfir því á Vesturgötu hvað aðkoman þar er slæm, fyrir bíla og hvað hún er þröng. Þannig að ég held að það er engin spádómur út í lofti sem ég hef heyrt að það verði miklu verra fyrir bílana að athafna sig og meiri líkur á töfum þegar þeir fara að koma með fólkið þangað. Mér fannst ósmekklegt hvernig borgarfulltrúinn gaf í skyn að þessi mikla andstaða við þessar breytingar, hún var einhvern veginn undan mínum rifjum runnin og hún talaði um það
hún vildi þakka mér fyrir, sagði hún hæðnislega, að tala máli mínu þannig að fólk virkilega héldi að það ætti að fara að skerða þjónustuna. Reyndi að stilla málum upp með þeim hætti að ég væri sennilega að fara á milli þessara staða til þess að plata fólkið, til þess að telja fólki trúum að það væri verið að skerða þjónustunum við það, þegar að raunin var ekki sú heldur þveröfug. Og það bara auðvitað ekki þannig. Þegar ég kom að þessu máli, þegar ég heyrði fyrst frá fólki út á þessu máli, þá var held ég allur þorri notenda þjónustunar, bæði á Vesturgötunni og við Þórðargötu, búinn að mynda sér bara sjálfur skoðun á því, og þeim leist ekki á þessar breytingar. Alveg ótrúlegt að öðru skuli vera haldið fram. Ég sótti tvo fundi þetta mál, annan í Þórðarseli og hinn á Vesturgötunni. Það geta fjölmargir vitnað það að ég var í hlutverki áheyranda á þeim fundi. Báðir fundirnir fóru fram á þess að ég segði þar nokkurt orð fyrir en í lokin þegar það var beinlínis kallað eftir afstöðu minni, og þá voru allir aðrir búin að tjá sig. Þannig ég held að sé, og tjá sig, allir voru búin að tjá sig með mjög sterkum hætti. Þannig ég held að sé, mér finnst mjög ósmekklegt að stilla málum þannig að ég gangi hér á milli staða og sé með eitthvað málflutning og sé hálfbundin að plata fólk til þess að fara í andstöðu gegn þessu. Þessi andstæða var ekkert skipulögð af mér, hún var farin að staða löngu áður en ég kom til skjalanna og þeir undirskriftalistar sem voru afhentir borgarstjóri hér áðan fyrir fundin. Þetta var auðvitað bara, þeir voru sjálfsög ekki skipulagðir af mér, heldur af fólkinu sjálfu. Að síðustu, talandi útivistarstarfsemina, talandi að það séu góðir útigarðar á báðum stöðum, þá bara hvet ég borgarfulltrúa til að kynna sér það. Það allir sem sjá vilja að aðstæðan til útivistar, hún miklu betri á Þórðargötu heldur en hún á Vesturgötu. Garðurinn á Vesturgötu, já, ég held að fólk hefur bara að sjá það sjálft. Og borgarfulltrúinn skuli koma og segja að það skuli halda því fram eins og einhverjum sárabótum að Þórðarsel megi halda nafninu. Ég held að, mér finnst alveg ótrúlegt að þetta skuli vera sagt. Auðvitað það ekki nafnið að þjónustunni skiptir máli, það þjónustan sjálf, og hún sé góð og hún sé veitt af fagmennsku við góðar aðstæður í góðu húsnæði, og ég held að fólki verði ekkert sáttara við þessar breytingar þrátt fyrir að á nýja staðnum þá að nafnið fá að halda sér. Þannig að ég vona að borgarfulltrúar ígrunni þessa tillögu og samþykkja hana hér á eftir. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og fleira á ekki hvatt sér hljóðsvör, umræðu lokið. Við berum tillöguna upp til atkvæða. Hér eru allir í salnum, ekki satt. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hún felld með 11 atkvæðum gegn 4. Og hér áskilja borgarfulltrúar sér rétt til bókunar. Við göngum til 3. liðar á dagskrá sem til að